Góðan daginn. Mikill heiður að vera hér og tala við ykkur og líka fá að ljúka þessum degi sem búinn að vera mjög flottur og gefandi og upplýsandi og líka tilfinningaríkur finnst mér. Ég sem sagt doktorsnemi hér á menntavísindasviði en ég líka formaður samtakanna Móðurmáls. Móðurmálssamtökum Tvítingi heitir það formlega og ég hér í því hlutverki. Ég hér að tala við ykkur samtökin Móðurmál og verkefni sem hafa verið unnin og eru í vinnslu núna þessar mundir. Ég vil bara segja 3 hluti við ykkur. Þetta verður mjög einfalt hjá mér. Ég ætla að kynna samtökin aðeins í stuttu máli af því að mér finnst að flest ykkar hafa heyrt starfsemina. Svo ætla ég að kynna verkefni sem byrjað fyrir ári síðan og það bókasafn Móðurmáls og allir með tölum saman skólamenningu á Íslandi sem verkefni unnið saman með Samfók í Reykjavík. Hverjir erum við? Og það sem dásamlegt hér að þið þekki kannski nokkur andlit, það ekki? Hérna hún Krisel og Magdalena og fleiri og þetta við, hópstjórar og móðurmálskennarar í samtökunum Móðurmál. Þarna heldum við á verðlaun frá heimili og skóli sem við fengum fyrir starfið okkar. Og þetta í Gerðubergi, menningarmiðstöðinni sem að veita okkur húsaskjól fyrir mánaðarlega fundi og við höfum haft mjög góða samvinnu við Gerðuberg. Tilgangur samtakanna, það 6 punktar. Það að kenna börnum móðurmál og það hefur alltaf verið alveg í 20 ár síðan samtökin voru stofnuð, en líka að styðja við móðurmálshópa og móðurmálskennara, því að ef við styðjum ekki við hópa og kennara, þá engin móðurmálskennsla. Að vinna saman með foreldrum fjöldyngdra barna og skapa þeim tækifæri til að læra móðurmálin. Ef við vinnum ekki með foreldra, þá koma foreldrar ekki á laugardagsmorgni í móðurmálskennslu. Foreldrar þurfa að vera sannfærðir að þetta sé gott fyrir börn til þess að leggja þetta á sig og koma á laugardögum eða sunnudögum í kennslu. Að taka þátt í rannsóknum fjöltyngi og móðurmál. Það búið að gera mjög margar rannsóknir í útlöndum, í Kanada, í Bretlandi, á Norðurlöndunum, Færeyri, en það að byrja að gera góðar rannsóknir móðurmálskennslu hér á Íslandi. Og þetta styður við starfsemina okkar og þetta styður líka við samstarf við skóla. Og ég var bara mjög glöð að heyra skilaboðin til ykkar, styðjið ykkur við rannsóknirnar. Skoðið það sem rannsóknir segja og skólastarfið á að bregðast við þær. Þróa móðurmálskennslu, við erum einu samtök sem þróa móðurmálskennslu eins og en það þó líka skólar og einstaklingar út allt land sem reyna og gera, prófa, innleiða nýja leiðir og á endanum að styðja við virkt tvíting í samfélaginu. Og virkt tvíting svona hugtak sem mér finnst mjög flott af því að það inniheldur eiginlega öll tungumál, tvítingi í svona víðari skilningi öll tungumál sem börnin eiga eða við, einstaklingarnir. Við viljum auðvitað að samfélagið sé ríkt með tungumál og við vitum hvers vegna tungumál mikilvæg. Þannig að það mjög mikilvægt að styðja við þau tungumál sem þegar í samfélaginu. Þetta skólarnir okkar starfandi sem þetta ár á höfuðborgarsvæðinu. En ég tek líka fram að það mjög margir hópar sem starfa ekki lengur. Og það af því að þetta sjálfboðavinna og ef að fólkið brennur út, eða flytur, eða bara börnin vaksa og þurfa ekki lengur móðurmálskennslu, þá hætta foreldrarnir að vera virkir og hópurinn bara hverfur.
Og það auðvitað sterkara ef að samfélagið í kringum tungumál stærra heldur en kannski einn drífandi einstaklingur. Af því að einn drífandi einstaklingur brennur út. Það var studdkynning á númer 1, móðurmáli. Nú kemur bókasafnið. Þetta einn drífandi einstaklingur hjá okkur, Rósa Björk Jónsdóttir. Hún starfar við Þjóðarbókhlöðu. Hún var á sínum tíma með ítalska hóp. Börnin hennar eru orðin stór, hún ekki lengur að kenna ítölsku og þar af leiðandi engin ítalskur hópur, en hún bókasafnsfræðingur og hún ákvað að byrja með þetta verkefni að skrá bókakost móðurmáls og móðurmálshópa inn í gegni. Það þýðir að þessar barnabækur, unglingabækur, bara flottar bækur á mörgum tungumálum eru aðgengilegar, ekki bara innan okkar móðurmálshópa, heldur líka í boði fyrir skóla. Það staða akkurat nýleg, ég fékk skýrslu frá henni í gær. Næstum 4.000 eintök skráð í gegni á 32 tungumálum í sjálfboðavinnu. Ég vil taka það fram að nýskrá eina bók tekur 20 mínútur. Og hún að skrá þessar bækur á 32 tungumálum. Þetta bara hjartans mál hennar. En það eru það bil 9.000 bækur sem eru til í eigu samtakana og einstaka móðurmálshópa. Og það mjög auðvelt að finna þau núna, bara fara á leiti, slá inn mod eins og móðurmál, PG, mod PG, svo bara fara inn í tungumálin. Og þarna getið þið fundið bækur og haft samband við verkefnastjóra og fengið bækur fyrir nemendur ykkar. Þannig hlýtur staðan í dag. Það byrjað að lána út, þetta alveg svona að koma sér af stað. Hún tók saman hvaða millisafnalán hafa átt sér stað á þessu ári í Reykjavík, utan Reykjavíkur á höfuðborgarsvæðinu og bara úti á landi. Þið vitið það ekki ennþá mjög mikið, en líka að því að þetta bara okkar sjálfboðaverkefni. Það mjög erfitt að koma þessu svolítið í stærri umfang, en allavega það til Facebook síða og það til möguleiki að senda fyrirspurn. Hún alltaf að svara, hún svarar hringingum og hún svarar tölvupóstum og það fleiri og fleiri fyrirspurnir sem berast okkur. Og myndin þessar bækur heima hjá mér, það tékkneskt bókasafn. Við erum ekki með einn stað. Þannig að það eitthvað sem við erum að leita að. Við erum að leita að stað þar sem allar þessar bækur verða aðgengilegar, ekki bara í kerfinu heldur bara staður þar sem hægt að koma og sækja bækurnar. Annars þurfum við alltaf að finna leiðir hvernig að taka bækurnar og koma þeim til viðkomandi sem við gerum. Stuðningur við móðurmálssamtökin og bókasafnið kemur frá Reykjavíkurborg. Við höfum fengið styrki til að hýsa bækurnar í gegni og við höfum fengið styrki til að, eða einlega styrk í formi kennsluhúsnæðis fyrir móðurmálshópana. Þannig að Fellaskóli og Hólabrekkuskóli í Breiðholtinu eru opin fyrir okkur á laugardögum, sem mjög mikilvægt. Það hafa verið fleiri staðir og það eru líka aðeins fleiri staðir líka utan Reykjavíkur, en þetta eru aðal staðir okkar. Og svo kemur verkefni og ég ekkert að fylgjast með tímanum, kannski gefur mér einhvern merki. Þetta var mjög merkilegt verkefni sem við höfum unnið með Samfók, samtökum foreldra grunnskólabarna í Reykjavík og við samtökum kvenna af erlendum uppruna. Þetta varðar þennan þátt að styðja við foreldra af erlendum uppruna. Markmiðið með þessum fræðslukvöldum var tvíþætt, að veita foreldrum upplýsingar og gefa þeim tækifæri til að koma skoðunum sínum, röttunum á framfæri. Það gerðist allt í fyrra og þetta var risastórt verkefni sem ég held enginn hefur gert á landinu áður. Ég veit ekki, vonandi getið þið séð, en tungumálin sem voru var spænska, pólska, litáíska, filipseyska, vietnamska, rússneska, tælenska, portugalska, arabíska og enska. Þessi þing tóku, þeir voru
alltaf á tíma þegar móðurmálskennsla á sér stað, á þeim stöðum þar sem móðurmálskennsla Þannig að foreldrar koma hvort sem Það alltaf sagt að það séu erfitt að ná til foreldra og þetta var bara mikil átak og vinna til að gera þetta. Það var barnapössun til dæmis, þannig að meðan foreldrarnir hlustuðu þá voru 2 einstaklingar að leika með börnin. Þannig að það var séð það var matur. Þannig að fólkið bara naut þess að vera þar. Það var líka leikur, svona lottó, þannig að það voru vinningar, fólki fannst gaman að vera. En erindin, þessi 4 erindin voru sem sagt þýtt og túlkuð á öll þessi tungumál og tekin upp. Þannig að þetta verkefni sem hægt að nýta og endurnýta á öllu landi. Það allt á heimasíðu Samfok og öll þessi 4 erindi eru aðgengileg, bara vídeó og glærur á öllum þessum tungumálum. Og þetta eru þær helstu upplýsingar sem okkur fannst að þarf að koma til foreldra. Það var erindi við börnin okkar og skólinn og það var svona lýðræðislega hætti í skólum, hvernig foreldraráð og nemendaráð virka og samvinna með foreldra og skóla og svo framvegis. Svo var erindi samstarfsforeldra og skóla námið og velferð barna og þarna var kennsluráðgjafi sem kom inn og talaði svona frá sjónarhorni skólans. Ég var að tala virkfjöldingi og svo var síðasta erindi börn, frítíma og frístundir, mikilvægi þátttöku í frístundastarfinu. Og svo var leikur, svo var líka leikari sem þjappaði hópnum saman og eftir það voru umræðurnar og þessar spurningar. Allir fengu 4 spurningar skrifuðu á miða á sínum móðurmálum, svo voru allir miðar þýddir yfir á íslensku og tekin saman, þannig að ég ætla að kynna fyrir ykkur svona grófar niðurstöður. Spurningarnar voru þær, hvað gengur vel, hvað má bæta, áttu góð ráð, hverju myndirðu vilja breyta ef þú ættir töfrasprota, peningar skiptu engu máli. Og það einmitt bara mjög mikilvægt að leyfa foreldrum svolítið að dreyma og bara koma sínum ráðum og hugmyndum á framfæri. Þetta voru helstu þemu sem komu út úr greiningunum. Kemur sennilega ekkert á óvart. Foreldrar töluðu mikið tungumál, þjónustu, skólan, menningu, samstarf og upplýsingar og börnin. Niðurstöður, þetta svona leiðinlegasta glæra mín, ég ætla að lesa hana upp. Það vantar meiri íslenskukennslu. Þetta eru raddir foreldra, mjög mikilvægt, valdefling foreldra, koma sínu á framfæri. Það samantekt á öllum þessum 6 þemum. Það vantar meiri íslenskukennslu, dýpka skilning barna á íslensku, aðstoða foreldra við að læra íslensku. Vantar betri móðurmálskennslu, tryggja að móðurmálskunnátta sé metin til einkunna. Það vantar meiri stuðning við heimanám tvítyngdra barna, þar sem foreldrar geta ekki alltaf hjálpað þar sem þau hafa ekki orðaforðan til að aðstoða og geta ekki leiðrétt, til dæmis í heimalestri. Það þarf að vinna með viðhorf kennara, bæta upplýsingagjöf, vantar viðurkenningu móðurmálsnáms og tungumálamentunar erlendra kennara, aðgang að sérfræðingum. Viðhorf foreldra til skólans var almennt bara mjög jákvætt og líka skólakerfisins sem heild. Líðan barnanna góð fyrir utan eineltismál sem koma líka upp. En það var svolítið bara gaman líka að heyra að það þarf að hækka laun kennara, auka aðstoð við þá inn í skólana og tryggja endurmenntun í sambandi við fjölmenningu. Umfjöllun, hvað svo? Hvað eru skilaboðin sem við fáum úr þessu erindi? Hvernig við túlkuðum það? Það mjög mikilvægt að hlusta á raddir foreldra af erlendum uppruna. Þeim finnst oftar erfiðara að taka þátt í skólastarfinu, þannig að við þurfum að teygja okkur svolítið í þeirra átt, hjálpa þeim að taka þátt. Finna leiðir til að auka gagnkvæman skilning, sem þýðir líka túlka og sem þýðir líka kannski auka tíma í foreldraviðtalinu. Það eru mörg skref sem við getum tekið í þeirri átt. Taka ábyrgð,
Ekki bara foreldrar, ekki bara skólar, ekki bara stofnanir heldur, bara samvinna allra eins og við höfum svo oft heyrt í dag og nýta betur tíma tvítyngdra barna. Og þetta svolítið umræðu efni hérna hjá okkur af því að við leggjum svo mikla áherslu á frítíma sem frítími, sem við erum ekki að læra og erum ekki í skipulögðu starfi, en foreldrar óska eftir því að frístundaheimilin hjálpa líka til í þeirri vinnu að kenna börnum tungumál, auka skilningin og svo framvegis. Þannig að þeir bara kalla eftir meiri aðstoð og eru að reyna að sjá einhverja möguleika fyrir því. En í rauninni ég nokkuð góð, því ég ætla ekki að hafa það lengra. Þetta voru stuðningsaðilar verkefnisins allir með og takk fyrir. Já, takk fyrir þitt erindi, Renata. Við höfum smástund fyrir spurningar, ef einhverjar eru, gjörið þið svo vel. Já. Þetta frábær spurning. Við auglýstum víða og það komu ekki foreldrar eða yfirleitt ekki foreldrar fyrir utan þessi samfélög sem eru í kringum móðurmálskennslu. En hins vegar, þú veist, af því að það var þýtt og túlkað og tekið upp, þá þetta núna bara í boði fyrir alla. Ég held þetta frábært tæki fyrir ykkur kennara í foreldraviðtölum, vikubréfum, bara taka linkinn, senda inn á foreldra og segja hérna eru mikilvægar upplýsingar. Þetta ekki það sem þið náið að fara yfir á korter í foreldraviðtalinu, en þetta það sem foreldrar þurfa að fá að vita. En ég ætla að segja sögu, af því að þetta var líka góð minning. Þegar við vorum með vietnamska þing, það var brjálað veður og það var bara viðvörun. Það á ekki að fara úr húsi og það á helst bara ekki keyra og við svona í símanum vorum að tala um ekki bara hætta við. Það svolítið hættulegt og viðvörun og allt það. Þannig að við hringdum í félag sem var að halda utan vietnamska þing og það bara kom ekki til greina að hætta Það ætlaði að vera þing. Þannig að við fórum í brjálaða veðri á þing og mættu allir. Frábær þáttaka, frábær mæting. Þannig að þið vitið ef maður ætlar sér. Já. En allar upplýsingar auðvitað, samfólk, móðurmál, women, þetta eru 3 aðilar sem eru mjög sterkir og það alltaf hægt að benda foreldrum á að fá frekari upplýsingar. Já. Ég veit ekki hvort að hefur ekki rætt að hafa skólann á öðrum dögum á laugardögum. Mínir nemendur bara á laugardögum þá þetta frí. Ég veit. Svo skarast þetta á við aðrar dómstundir auðvitað, þannig að það á ekki að þurfa að velja. Þetta yfirleitt frumkvæði foreldra. Ég í tékkneskum hópi eins og Kristal kennir Filipseynsku, ég kenni tékknesku á laugardögum og strákurinn minn á ekki val. Hann bara fer, af því að ég segi það. En þegar þau verða unglingar þá hafa þau svona sterkari skoðanir og detta út. Af því að það ekki metið til eininga og það kerfið ekki að meta móðurmálsþekkingu að neinu leyti eins og Það voru tilraunir, við vorum með fjarkennslu, það sást hérna á töflunni tungumálin, við vorum með fjarkennslu í Stóru-Vogaskóla og þeir réðu líka kennara á staðnum. Og það var í beinu framhaldi eftir skóla, en það var bara 1 ár verkefni stutt úr vonarsjóði held ég. Og það í Árborg núna í suður Íslandi, já einmitt, þarna einn skóli sem að ráða nokkra kennara til að kenna móðurmál eftir skólatíma. En þetta eru eins og ég segi svona stökk frumkvæði. Jú. Það gæti verið.
Það allavega virk, en við getum... Jú, hægt að fara á netið? Það ætti að vera hægt að fara á netið, það ekki? Ef að ég fer hérna bara á... Já, ég ætla að prófa að opna bara til að sýna ykkur hvernig það lítur út. Samfok svo hérna... Jú, háskóli, það ætti að virka. Hérna undir verkefni stendur allir með. Og hérna eru linkarnir. Hérna plakat, hérna eru glærur sem eru hérna á þessum tungumálunum. Og svo eru hérna einhvern, já það eru hérna viðburðir á Facebook. Þannig að ég held að það ætti að vera helst þessi hér sem leiða inn á erindin. Og þú veist, ef eitthvað virkar ekki, þá höfum við samband við Samfok. Þetta þarf að laga ef að það einhvern villa í því. En þetta PDF, nei það ekki það. Ég ætla kannski ekki tefja ykkur, en ef að það virkar ekki, þá bara virkjum við það, þú veist. Það ekkert mál, það á að virka, já. Ég sé Magdalena ætlaði að svara kannski. Það voru stöðupróf í MH. Allavega það ekki einn staður núna sem sér öll tungumál eins og var. Það var breyting og þessu var dreift inn á skólana. Þannig að ég veit sjálf ekki hvernig staðan hjá framhaldsskólum nú í dag. Takk kærlega fyrir.